sjálfgefan leik í Svesninghof sem sagt þetta dronning F3 ég teldi þetta nú sjálfur oft hérna í hraðskákum í gamla daga á Grand Rock fyrir svona 20 árum síðan. Mér fannst þetta svona athyglisverður leikur en ég hafði nú svo sem aldrei stúderað mjög alvarlega og ég hef nú ekki telt það í langri skák. En fyrir 2 árum þá sá ég Wesley So beita þessu gegn Magnúsi Carlsen og Wesley So rúlaði yfir hann, þannig að ég ákvað svona aðeins að kíkja betur á þetta aftur. Nú Asax algengasti leikurinn, Biskup E7 hinn leikurinn. Við skulum byrja á Biskup E7. Nú hugmyndin með drottning F3 að leika hérna dronning C3 og þegar svartur leikur A6 þá leikur dronning A3 og við erum sem sagt að það sem sagt leppur hókurinn og við erum að pressa á D6 já, Biskup E7 dronning C3, ritar A6 já, svartur verður auðvitað að valda C7 reitin, hótun ritar í C7 og þá Biskup E3, hótun piðan á A7. Þetta svona, getur verið pirrandi fyrir svartan, sérstaklega ef hann þekkir ekki þetta afbrigði. Þetta svona ágætt leinivopn og fínt í hraðaskákum myndi ég halda sko. Nú B6 engin leikur, það skák á C6, dronning B7 hérna eftir Biskup D7 og já, eftir Biskup E3 þá verður sem sagt svartur að gefa A7 stutturókun ritar til A7. Hér eru fjölmargir leikir. Byrjum á Biskup D7 þá best að drepa A6 og já, stuttrókun kemur líka til greina mínum að en löngrókun og þá erum við ágætis outpost hérna á C6 fyrir rittaran. Þetta samt að vísa ekkert alveg klír sko, ég kíkti aðeins lengra á þetta, dronning B8 og hér líklega betur þetta með drottningu eða þetta með peði. Þá þetta besta leiðin fyrir hvítan, C4, F5, róku D5, G5 og F3 og staðan svona já, hún líklega, ég myndi segja þetta var aðeins betur á hvít að mínum að því. Já, þannig að dronning drepur C6 líklega sterkara framhald. Myndi tala svona dronning B4 best, C3 dronning 1-4, dronning D7 upprápunmerki. Það svona pressum á hótum að drepa á E7 þetta og ég sýnist með H3 bara að vera einföldlaust sko og farið þetta endatafl sem nú heldur þægilega á hvítan. Hvítur með einfalt plan, fara að íta peðanum á drottningvæng og kongsvængurinn allir blokkeraður sýnst mér. Nú Biskup F5 það heilla mig ekki mikið, það bara að drepa A6 og rittarinn verður ógnað sterkur á C6 og hvítur auðvitað peðin yfir og með alla stöðuna líka. Nú F5 gæti freistað. Biskup A6 getur líka freistað þessi með hvít af því að ef maður dreipur tilbaka þá þetta C6 góður þetta. En gallinn á gjöfn jarðar að svartur á F4 sem sterkur leikur.
biskup D2, drepa A7 og dróning Einar 8 með svona mér finnst þetta svolítið svona hættuleg súnasta hjá svörstum á kóngsvögnum sko. Eftir hókeringu þá alltaf dróningin var að H5 og F3 ókveikjandi en tölvuförðin segir þetta ekki til að ágjöra af en litli fíni heilin á mér hefur smá ágjöra af þessu þannig að en dróning B3 langsterkasti leikurinn hérna mínum að þið og eftir F4 þá var alltaf biskup B6 og hvítur stendur betur þetta beðin yfir og hugsanlega hóttu við að drepa A6 var ekki að C6 eða bara drepa C8 eða leik þannig að F5 ekki góður leikur nú biskup G5 það svona mínum að þið hugsanlega þessi lína það besta af öllu því sem munum skoða fyrir svartan það yfirleitt gott fyrir svartan að skipta upp á svartrita biskup hvíts í svona stöðum nú rittarinn verður að fara á B5 dreipið F5 hérna held ég að dróning D2 sé best og ég ekki sjálfur skýringu með þetta sé bara svona okkur jafnt svona þetta svona þetta var hvít variantur í svona must win skák eða verður með hvít persónulega líst mér best á þetta C5 en segjum F4 F3 K4 tefnilega svona og hér hvítu með alla stöðuna þetta C5 biskup 1 og 2 F4 svartu vill auðvitað fá biskupinn í spilið og íta þessum peðum hratt og örugglega áfram með sóknastöðum en þetta þetta hættuleg staða fyrir hvítan svartur fljótur að koma þarna F3, hrókur H6 hérna ætla ég bara að gefa upp það sem ég til best að framhaldi fyrir hvítan dróning 1, dróning G5 skoða þetta já, dróning 1 ágætisleikur stoppa dróning H4 og við völdum H4 reytin gott að gefa peðið tilbaka svona segjum til dæmis G5 þá mætti G4 vera best held ég og þetta aðeins betur að hvíta mínum að rittarinn á A4 svolítið úr leik sko og C5 þá þetta fljótt að koma þetta nú já, drónir bara H4 hérna hróku C1 og það kemur hróku G6 hérna þá held ég að kongur H1 sé bestur og ég skrifa hérna hjá mér þetta sé óljós staða sem hún vissulega ef hvítuna hróku C1 og C5 þá það með sterkast stöðu og allt svona endatöfl getur verið erfið á svartan þannig að persónulega líst mér betur á hvítstöðunni hérna hvítur alltaf að fara að leika hróknum og G1 hérna og svo getur biskupinn að D3 og C5 alltaf í kortunum við þurfum bakkað eins hérna en ég hef ekki fundið þessa leikinu með að skoða þetta nokkuð vel sko nú aftur að þessari stöðu lang algengasti leikurinn A6 hafa dróning A3 biskup 1 og 7 algengast hérna segjum B6 biskup G5 kemur þá sem nú svona trikkið í þessu svartur og erfitt með að leika biskup E7 og það drepa E7 og vekt og D6
Þannig að F6, biskup D2 og hér hóta hvítur biskup B4. Mikið vægt að muna það. Biskup B7, rittarinn verður að fara til C3. Biskup E7, G4, hrókering, löngrókun. Rittari T7, H4 og ég myndi segja að hvítu varum betra hérna. Hróku G1 er möguleiki og F4 og drottningin lítur kannski aftan út á A3, hún er ekki svo slæm sko. Hún getur seinna meir hoppa á B4 og fara jafnvel yfir kongsvæng þegar opnast eitthvað þar. Já, skulum baka. Nú A-dribbi B5. Það var bara dribba A8. Biskup 1-7. Biskup Gunnar 5 fara upp ráðbunumverki. Nú F6. Ef hann dribbar á G5, þá dribbar á D6, kongur F8, þetta blir svona, þetta er svona easy game eins og sagt er, og hvítur munnið, og ef hann fer á D7, þá tekið F7. Nú F6, biskup D2, hrókering. Það var biskup B4 eins og nefndi aðan. Þetta er alltaf leikil hugmyndin í þessu að pressa á D6 og segjum A-dribbi B5, það blir svona. Biskup D2, drottning C7, fyrir drottningin á A7, drottningin á E3 og ég með notað hjá mér jöfn staða en vissulega er hvítur skipta með niður. Drottning B6 er annar leikur, biskup 1-3, drottning A5, C3, F5, drottning A7, fara á prísundinni. Nú er leikur F4, þá kemur þetta. Og hvítur miklu betra. Þannig að biskup D8 valda B6. Það blir þetta svona F3. B3 C3 er svona sníkilegur og hérna verður eða svartur að leika þessu hrók undir augnablikinu en náttúrulega hættulegt fríbeð og þetta er það svona besta sem ég fann fyrir hvítan, sýnst mér. Hrók D1 og nú jafnt á liði en hvítur hættulegt fríbeð. Og hér held ég að biskup C8 sé mjög góð leikur með hugmyndina að fara á E6 og þetta er náttúrulega 30 leikir þannig að þetta er svona hæpið þetta að koma allt upp. Skulum baka. Biskup F5, það bara dribba á D6 og A5, B6 og drottning D3 og hvítur með bara stöðu þetta. Drottning D7 er líka möguleiki þess að baka hérna. Já, maður langar að taka eins fyrir hérna hvernig skákin hjá Só og Carlsen var. Carlsen leik hérna B6, þá drifið á E7, kongur drifið löngrókun og kongurinn er nú að mínum að þið ansi aðsnalur hérna á E7. Biskup Bjarni 7, það var rittarinn Hörfa, rittari D7, F4, sterkur leikur. Drottning C7 og drap Só og E5, annar möguleiki biskup D3, það blir svona
og þetta er miklu betur á hvítur með sterkt frumkvæði hérna. Sótrap á E5 og dróning B4 og sem er sterkur leikur. Dróningin pressar á B6, D6 og getur fara á kóngsvang setna og þetta er kóngurinn á E7 svolítið slæmur, þannig að hann sló algjörlega Magnús út af laginu með þessum variant. Það var að vísa í styttri tíma sko. Nú, já, betur nú við, þá var það að loka varianturinn, dróning D7 hérna, sem er ekkert óvillust. Það má ekki taka á D6 út af A5 og B6. Það er biskup D3, líklega uppstaða svona. Drottningarna báðar svolítið allsnæðar, drottningin A3 og drottningin D7. Í augnablikinu B6, rókering. Hér er biskup B6, blönder, drepa á D6 og taktík hérna. Og þetta er bara búið. Þannig að F5, rókur E1, þetta er svona A5, þetta er eitthvað sem ég skoðaði. Þetta er svona smá flækjur, þetta er H3. Hvítur er kall undir augnablikinu en hótumrittari hása skák hefur rittarinn fyrir eitthvað og rókurinn að koma E5 og svartur er bara komin í mátættu og biskup er D5 held ég sé einleikurinn. Rókur D1, góðleikur, rókur H8. Ég mæla með rittari E3, C4 annar möguleiki, G6. Þetta er svona, ég var eitthvað skoðað en þetta er líklega jafntefli. Þannig að rittari E3 er miklu meira krefjandi framhald, drepa á H3. Svartur er veikur í borðinu og með veikt P á B6 og E5. Til dæmis svona, A4, C4 og þetta lítur svolítið skeri út fyrir svartan finnst mér persónulega. Allt hérna hrókurinn á D8 dominatar og rittarinn getur fara á E7 sumum stöðum, samt alls ekki núna. Þetta með svona út af rittari C6 held ég. Nei, reyndar það var í skáku G6, það er vitleysa. En já, þetta lítur ekkit alltaf vel út á svartan síns mér. En svona, til að taka þetta saman, þá er dróning F3 hættulegt svona surprise weapon eins og maður segir. Fíntir haðskákum, styttri atskákum. Ef menn stútir þetta vel, þá held ég að sé alveg að þetta beita sig við og við í löngu skákum. Já, ég þakka fyrir í dag. Takk fyrir.